Fiskistangir, glæni í ísa, hjúpuð í raspi. Verum gáfuð og borðum fisk. Grímur kokkur. Suðurland FM í beinni frá Selfossi á 963. Takk fyrir það, auglýsingar að baki. Já, verum gáfuð og borðum fisk, segir í auglýsingunni. Og það er akkurat það sem við ætlum að ræða Grímur kokkur. Það þekkja hann allir. Hann er á línunni. Heill og sæll. Sælvertu. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það dásanlegt í dag. Er það ekki? Blásið smáis hérna. Já, það er ekkert að því. Það er ekkert að því. Er ekki farið svolítið af snjónum? Er ekki búið að rigna svolítið? Jú, þetta er nánast að hverfa hérna, sko. Já, nákvæmlega. Það er alltaf gott að vera í Vestmannaeyjum. Já, það er dásanlegt að vera hérna. Herðu, það er nýtt ár, ný markmið og margir að hugsa heilsuna og það er eitt af ykkar merkjum, það er hollt og gott. Nákvæmlega, og þar kemur fiskur inn og grænmetisréttirnir sterkir inn hjá okkur. Já. Þannig að það er ekki spurning að borða meiri fisk eins og segir í slægurinn. Við erum gáfuð og borðum fisk. Já, nákvæmlega. Þetta á svo sannarlega við. Ég held að Lýðheilsustöð hafi sett það fram að það eigi að vera fiskur allavegna 3 sinnum í viku. Nákvæmlega, og ég spyr það heilsugar. Algjörlega. Jafnvel oftar. Já, það má vera oftar. Það er bara gott. Segðu mér aðeins frá fyrirtækinu Grímur kokkur. Hvenær fórstu á stað með þetta? Það eru komin 15 ár síðan en svona þetta hefur verið að stækka jafnt og þétt hjá okkur. Í nýtt húsnæði núna fyrir rétt rúmum 2 árum síðan og höfum aukið framleiðsluna verulega og úrvalið orðið töluvert mikið. Við erum konum með yfir 30 vörutegundir hjá okkur. Já. Sem telur þá bæði fiskrétti, tilbúna fiskrétti og grænmetisrétti. Manstu hvað varst með margar í boði þegar þetta byrjaði? Þetta byrjaði á 2 tegundum eitthvað svoleiðis. Já. Og það var brjálað að gera eða kom 20 kíló á pöntun einhver daginn. Það var manni mikið að gera. En nú teljum við þetta í tónum, sko. Já, er það ekki? Jú. Og þú nefnir þetta hvað, yfir 30 réttir sem eru í boði núna? Já, við erum með plokkfiskurinn er vinsælastur hjá okkur og svo fiskibólurnar og svo kemur þarna fiskistangir og ísa í raspi og fleira góðgæti, fiskibuff og fleira. Já. Og svo erum við með grænmetisrétti líka, það er kjúklingabönabuff með sólþurrkuðum tómatum og brokkoli og erum með gulrótarbuff líka. Já. Þannig að við reynum svona að höfða til fleira en þeirra sem borða fisk, þannig að grænmetisæturnar líka. Jú, akkurat. Og það er þetta, sko, þegar kemur að fiski, það er hægt að gera svo ótrúlega marga rétti úr fisk. Algjörlega. Þetta er ekki bara að sjóða ísu í potti? Nei, langt frá því og fyrir utan hvaða fiskurinn er ofboðslega hollur þá er þetta bara frábær viðbót við allt hitt, sko. Já. Hvert er svona ykkar helsta markmið, Grímur? Helsta markmið okkar er að fá fólk til að borða meiri fisk og þá sérstaklega yngri kynslóðina því að alveg svo kemur fram hjá Lýðheilsustöð þá borðum við of lítið af fiski. Það er bara það reynd og sérstaklega unglingar og það og við höfum verið að reyna að vinna því að fá börnin og unglingarna og náttúrulega fullorðna líka að borða meiri fisk. Jú. Og þarna höfum við verið að þróa rétti með þetta í huga. Eins og til dæmis fiskibuffið þar þetta er svona svipuð uppskrift og í fiskibólunum sem að við setjum hvítlauk og ost og svona í þetta til að höfða til yngri kynslóðina. Það hefur tekist ágætlega og plokkfiskurinn er gríðarlega vinsæll hjá bara öllum aldurshópum, alveg frá leikskólaaldri og alveg upp úr. Það hefur tekist vel til þar. Nákvæmlega. Síðan erum við í mjög skemmtilegu verkefni núna, bæði vorum í norrænu verkefni og Evrópuverkefni. Það er að bæta fiskinn með omega-3 og það gæti komið seinna á þessu ári réttir út frá því. Þá erum við að tala fiskurinn er nú hollur eins og hann er í dag en hann er enn hollari þarna með því að fá omega-3 í þetta. Það má betur en bæta þetta? Já. Og bæta í? Og bæta í, sko. Ekki spurning. Nákvæmlega. Ég sé hérna inn á grímurkokkur.is að það er náttúrulega hægt að sjá allar þessa rétti og margt af þessu alveg ansi girnilegt, verð ég að segja. Takk fyrir það. Og það er hægt að panta af netinu hjá þér, eða?
Mötuneyti og stærri eldhús geta pantað beint hjá okkur og sjálfsögðu verslanir, en við höfum ekki verið með einstaklingssölu, það fer bara í gegnum smásölu verslunina og svo lýs. Já, nákvæmlega. Við höfum ekki farið í það ennþá, en maður veit aldrei hvað verður. Já. Þú talar um að plokkfiskurinn sé svona vinsælastur, er eitthvað nýtt að koma frá þér eða hvað er það nýjasta? Nýtt er að koma hjá okkur tengt þessu Omega-verkefni. Þar erum við að hugsa grænmetisrétt og með viðbættu Omega-3 og svo jafnvel nýtegund af fiskibólum með viðbættu Omega-3 og svo er svona ýmislegt á döfinni sem að getur ekki sett frá alveg. Nei, það verður að bíða þess. En það eru spennandi tímar framöndan, ekki spurning. Algjörlega. Og þessi réttir, þeir eru allir, flestir er ekki tilbúnir, þú þarf bara að hitta það þessu upp. Þetta eru langflestir réttirnir full eldaðir, þannig að það dugar að hita upp, hvort það er í örbylgjuofni eða pönnu. Já. Þannig að þetta er yfirleitt tilbúið á innan við 5 mínútum sem er nokkuð gott í hröðu nútíma þjóðfélagi. Jú. Það er svo brjálað að gera hjá öllum. Já, það er bara svoleiðis og það er náttúrulega frábært að geta fengið sér, ég kallaði Holland þægindamat sem ég kallaði skyndibita. Jú. En þetta er ekkert annað en þægindamatur af því að þú ert með þetta tilbúið á innan við 5 mínútum. Já. Það er ekkert að vera undirbúa eitt eða neitt. Nákvæmlega og ég hef alveg reynslun á því og kaupi ansi oft plokkfiskinn frá þér. Þetta er svo fljótlegt og nummer 1 og 3, þetta er svo gott. Já, og svo þegar hotlustan bætist þar og ná, þá er maður alveg orðið sáttur með sjálfa sig þegar maður borða þetta. Já, ekki spurning. Algjörlega, krakkarnir heima, þeir setja bara upp brós þegar að ég kem með pakkan, sko. Já, það er gott að heyra. Það er eins og segið, þetta er fljótlegt og bragðgott og bara þú færð hrós frá mér. Já, takk fyrir það, kærlega. Algjörlega. En við hvetjum fólk til þess að fylgjast með þér, grímurkokkur.is og svo ertu náttúrulega á Facebook líka. Endilega, já. Við erum sterkir á Facebookinu og það eru oft með nýja fréttir og annað, hvað er á döfinni og stundum leiki og annað, þannig að við erum að gera að það sér þar inn. Algjörlega, og svo hér eftir smástundu þá ætlum við að gefa mitt flottan glaðning frá Grími kokki. Já. Í heilsuleiknum okkar. Það er gott að heyra. Glæsilegt. Grímur, takk hérlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk fyrir, sömuleiðis. Takk.